Þessi tafla sýnir vísitölu mjólkurverðs. Hér er árið 2012 sett sem grunnár því það er 100 stig. 2014 þá er stigin orðin 108, þeir með fjölga hérna á milli 2 ára. Og árið 2016 þá er orðin 112, aftur fjölgastígunum. 2018 er orðin 117 og 2020 orðin 122 stig. Það er ljóst að stígunum hefur verið að fjölga á milli þessara 2 ára. Nú, hvað kostar lítir af mjólk 2018 ef hann kostaði 80 krónur árið 2014? Við getum nýtt okkur þessa aðferð hér að taka nýju stigatöluna sem er þó 117 árið 2018, deilt með gömlu sem er þá vísitalan 2014 og margfaldað með verðið sem var 2014. Því ef ég tek þessa nýju tölu og deili með gömlu tölunni, þá fæ ég út breytiþáttinn á milli þessara 2 tímabila og hann get ég margfaldað með verðinu sem var þetta 2014 og þá fæ ég út verðhækkunina á mjólk. Þannig að ég tek 117 stig sem er nýja talan, deili með gömlu, þá fæ ég út 1, eitthvað sem er breytiþátturinn, margfaldað með 80 krónum sem var verðið 2014, þá fæ ég út að nýja verðið 2018 er 86 krónur, 6666666, endalausar sexur. En ég á að skila svarinu með 2 aukastöfum. Það þýðir að ég námunda annan aukastaf upp í 7. Þannig að lokasvar mitt er 86 krónur og 67 aurar.